Ef við förum í púsluspilið, sko. Já, við höldum áfram að púsla. Já, það þess sem maður sá svona, þú veist, ég leita át einhver fljótheitum, það náttúrulega sem í þessum samrunum við Kviku, að það náttúrulega Kvika náttúrulega fjárfestingabanki og það yrði alveg svona að þetta væri meira kostnaðarhagræðis samrunni heldur en sá fyrri sem var bæði kostnaðarhagræði og líka fjármögnur, sko. Já. Svo það voru alveg náttúrulega gríðarlega háir miklu fjármunir sem myndu sparast í því og það er náttúrulega alveg ljóst að það hefði verið hægt að keyra niður vaxtastig á Íslandi og það með einhverjum ákveðnum skilyrðum kannski eitthvað hámarksvaxtamun og aðskilnað einhverja deilda á svona sem hefur örugglega verið lagt upp með, sko. En þarna erum við náttúrulega að tala að ég hefur svona leitað svona mjög hratt stuttu fyrir var en það er svona sýndist að svona frekar auðvitað kannski spara 5 milljarða 5 milljarða bara í kostnaði, sko. Með sammenningu þá í báðar hvað reyningur sem skiptir ekki máli. Þetta eru náttúrulega, þú veist, það er ekkert svo mikill munur á Má ég aðeins fá sko 5 milljarðar þá ef þú saminar Kviku við annarkvort Íslandsbanka eða Arion. Ok, það er ekki meira. Það kostnaði, já. Okay. Það var með líka eitt sem gleyma mjög mikið. Já. Það var svona sem sýndist bara mjög hratt, sko. Það er eitt sem gleyma, það er líka mikill kostnaður með endurskipulagningu. Það er mjög góður punktur. Þetta er alveg gríðarlega dýrt ferli og það er kostnaðurinn við það er mjög mikill. Kannski myndi hagnaðurinn fyrsta árið étast upp bara? Nei, held það nú ekki en það væri, hann kemur ekkert óvart að kostnaður og endurskipulagningu og alls konar annar kostnaður næði örugglega í milljarð og svo væri þetta að koma inn, þetta gerist gradual, sko, svo þú leggur kannski inn 1 milljarð. Fyrst allt í frosti og það er erfitt með þetta, sko, kostnaði þar við það að þú ert til þess að þú er kannski lítinn banka eins og Kviku sem að hefur kannski meira vaxtatækifæri heldur henni kannski hinnir og hefur að vaxa hraðar að vera settir í fristi og svona geta lítið hreift sig. Það er náttúrulega mjög erfitt og það er einhver kostnaðar og erfitt að setja fingurinn upp loftu og segja hver svo tali er. Og svo er náttúrulega bara endurskipulagningavinna og það er alltaf tölulegur kostnaður við sameiningar og við svona, það er mjög stór sameining svo að það var ekkert ólíklegt að kostnaðurinn væri kannski 0,5 milljarður. En sérðu fyrir og svo kæmi sjóðstreymis tölvöld seinna, sko, og þetta gleyma menn Lítil hluthafinn það að bíða all lengi eftir því að fá einhvern ávinning af þessu. Já, þeir þyrfti kannski bíða í 2 ár. Já, ég tala ekki ef fjármálaeftirlitið ætlar að vera fyrir ekki samkynnis ætlar að vera að leika sér með þennan bolta mjög lengi. Það er eitthvað skrítið á sömuleyti vegna þess að Kvikabánki er ekkert gamalt fyrirbæri á íslensku bankamarkaði og hefur bara stækkað ef samkynniseftirlitið þarf að fara að skilgreina þennan marka sko það þarf ekki að líta nema 3-4 ár aftur í tíman að Kvika var kannski bara ekkert sérstætt sko power fyrir 4 mánuðum síðan á íslensku bankamarkaði þannig að svolítið skrítið að ætla að fara sko tilvera Kviku sýnir að það er ákveðin dýnamík inn á markaðinu. Ég ætla bara að segja hér að mínum dómi ætti samkeppniseftirlitið að vera svona 2 vikur að klára þetta.